Gjörðu svo vel, Logi. Kæru félagar, velkomin á landsfund Samfylkingarinnar. Ég ætla ekki að hafa þetta mjög langt núna, því eftir tæpan klukkutíma kemur í ljós hvort ég fæ tækifæri til þess að halda hina eiginlegu stefnuræðu síðdegis á morgun. En ég þakklátur fyrir það aðstoð sem ég hef fengið á síðasta ári, eftir að hafa tekið við forvisku með mjög óvæntum hætti. Og mér það ljúft að nefna sérstaklega Oddnýju Harðardóttur sem hefur staðið með mér mjög þétt síðasta árið ásamt Heiðu, Margréti Lind, stjórn og framkvæmdastjórn. Þetta ár hefur fyrir mig inniborið flest sem gæti prýtt pólitíska sjónvarpsþætti og það sennilega einsdæmi að formaður á sína fyrsta ári ná að sigla 3 stjórnarmyndunarviðræðum í strand. En ég lofa ykkur að það mun ekki gerast aftur. En við fundum nú undir kjörorðinu frelsi, jafnrétti og samstaða. Það eru einkunnarorð frönsku byltingarinnar sem marka tímamót í baráttu almennings fyrir bættum kjörum og auknum réttindum, baráttu sem hefur staðið allar götur fram á okkar dag og mun halda áfram ókomna tíð. Samfylkingin og forverar hennar hafa verið virkir þáttakendur í þessari baráttu í rúm 100 ár. Fundurinn haldinn með nokkrum öðrum hætti en til stóð. Fyrst ætluðum við halda hann 29. október en skömmu eftir að það var ákveðið féll önnur ríkisstjórnin á rúmlega 1 ári vegna leyndarhyggju og spillingar. Við höfum því frestað honum og hér erum við í dag og það í sjálfu sér ánægjulegt og skemmtilegri aðstæður því að nú hefur Samfylkingin tvöfaldað þingmannafjölda sinn. Og það erfitt að lýsa því hvað ánægjulegt að vera formaður flokks með þennan þingflokk. Við erum vissilega ekki nógu mörg ennþá, en það valinn maður í hverju rúmi. Við erum með Oddnýju, með sína reynslu og þekkingu, Helgu Völu, hárbeita og hæfilega hvatvísa, Guðjón, kunnutumann í heilbrigðismálum og sniðinn í forsetastólinn, Ágúst, þrautreyndan með þekkingu á velferðar- og efnahagsmálum, Albertínu, eldklára og samvisku landsbyggðarinnar og loks Guðmund Andra, ljóðrannan og greinandi. Mér líður stundum eins og liðsstjóri hjá suður-amerísku fótboltaliði. Það þarf ekki að leggja taktík fyrir þetta fólk. Því eiginlegt að kunna spinna og sýna frumkvæði. En fyrst og fremst eru þau rík af ástríðu, frumkvæði og kunna að vinna í liði. En betur má ef duga skal og við erum nú aftur til leiks, mætt til leiks Samfylkingin og við ætlum okkur stóra hluti og við ætlum okkur fyrri styrk. Okkur gefst raunar gulli tækifæri til þess í vor í sveitarstjórnarkosningum. Þá mikilvægt að Samfylkingin og þeir listar sem hún stendur að nái vopnum sínum. Auðvitað fyrir flokkinn en fyrst og fremst fyrir fólkið í landinu. Sveitarstjórnirnar gegna nefnilega meira og stærra hlutverki en áður. Og það skynsamlegt. Reynslan sýnir að því nær íbúum sem þjónustan því betri hún. En það ekki endalaust hægt að flytja verkefni yfir á sveitarstjórnir án þess að peningar fylgi með og á þessu því miður brotalöm. Því það eitt af forgangsmálum Alþingis að endurskoða skiptingu tekjustofna ríkis og sveitarfélaga. Þrátt fyrir reiðarslag í þingkosningunum fyrir ári náðum við að lifa af meðal annars vegna þess að sveitarstjórnarfólkið hélt fánanum á lofti. Án þeirra hefði þetta orðið allt miklu erfiðara. Þau stýrðu sveitarfélögum víðu land og fulltrúar okkar í minnihluta sýndu grimt andof. En það kannski á engan hallað þó ég nefni sérstaklega borgarstjórnarflokkin í Reykjavík sem vegna stærðar okkar mikilvægasta vígi. Á okkar vakt og Reykjavíkurlistans hefur borgin gjörbreyst úr umkomalitlum úthverfabæ í iðandi nútímalega borg.
Þar hefur þétting byggðar skipt miklu og borgarlína mun reka smiðshöggið þar á. Þessi þróun er ekki bara skynsamleg fjárhagslega. Borgin er líka fallegri, heilsusamlegri og loks er þessi áform líkleg til þess að bjarga ríkisstjórninni fyrir horn í loftslagsmálum. Þessi þróun, það er nefnilega ekkert minnst á byggt umhverfi í stjórnarsáttmálunum og nýr umhverfisráðherra hefur ekki gefið nein skýr fyrirheit í þeim efnum, þrátt fyrir að þar sé einna mest að sækja þegar að kemur að baráttu gegn loftslagsvánni. Og það er því mikilvægt að við vinnum borgin í vor. Og kæru félagar, ég hlakka til þess kappleiks, þar munu etja saman fortíðin og framtíðin. Og það er ólíku saman að jafna stjórn borgarinnar og landsstjórnarinnar. Þar rekur hver vitleysan aðra. Ríkisstjórnin ræður ekki við eða hefur ekki áhuga á að efla félagslegan stöðugleika. Það að langstærstu aðildarfélögin innan ASÍ vilji segja upp kjarasamningum segir ákveðna sögu. Getuleysi til að bæta kjör almennings er ömurlegt og ógnar bæði félagslegum og efnahagslegum stöðugleika. Vopnaflutningar til átakasvæða var heimilaður á sama tíma og framlög til þróunarmála og móttaka flóttamála eru langt undir eðlilegum viðmiðum. Þingið hefur ekki hönd á sjálftöku þingmanna, birta upplýsingar, illa, seint eða alls ekkert. Og skýrslum er leynt og stjórnsýslan stenst enga skoðun. Og loks situr dómsmálaráðherra brött þrátt fyrir að hafa fengið á sig hæstaréttardóm vegna skipunar heils dómstigs. Þessi vinnubrögð og valdhroki verða ekki á okkar vakt, þau eru hluti af gamaldags stjórnmálamenningu sem er löngu tímabært að kveðja. En kæru félagar, hér er mætt sveitarstjórnarfólk af öllu landinu og þó að margt sé að sjálfsögðu ólíkt í starfsumhverfi ykkar, þá eigið það sammerkt að þjónusta við börn, ungmenni og aldraða snertir ykkur öll. Og dæmin sýna að jafnaðarmönnum er best treystandi fyrir þessari þjónustu og ég hvet ykkur því til að funda hvert með öðru, formlega og óformlega, deila með ykkur reynslu, leggja grunn að góðum sigri í vor. Okkur býður þétt dagskrá næstu 2 daga og milli spennandi erinda mótum við stefnu flokksins og setjum honum markmið. Og þá skulum við nota tækifæri til að skemmta okkur. Hún er vanmetin hluti af félagsstarfi. En við skulum endilega gera það fallega og muna að hér eigum við öll að vera örugg. Okkur á að vera sýnd virðing og kurteisi. Við skulum eiga uppbyggilega samræður án öfga með virðingu fyrir ólíkum sjónarmiðum. Og við þurfum ekki alltaf að vera sammála. Aðalatriði er að við deilum markmiðum og leiðum að þeim. Og látum í guðanna bænum ekki einföld mál eða mál sem virðast sára einföld en eiga sér flókna anga ræna athyglinni. Verum þess vegna skynsöm og stórlynd. Einblínum á það sem sameinar okkur, ekki það sem sundrar. Þess vegna tölum við samstöðu frekar en bræðralag í yfirskrift fundarins. Konur sem stigið hafa fram á liðnum mánuðum undir merkjum MeToo eru skýrt dæmi það hverju samstaða getur skilað ef að vel er á málum haldið. Og það hefur verið magnað að fylgjast með og verða vitni að þeim krafti og því hugrekki sem kallar á breytta stjórnmálamenningu og betri aðstæður í lífi kvenna og starfi þeirra. Samfylkingin á að vera farvegur fyrir aukið kvenfrelsi og jafnrétti almennt. Og munum það að heilbrigt samfélag okkar sjálfra er ágætis prófsteinn á það hvort okkur sé treystandi fyrir landsstjórninni og sveitarstjórnum. En að lokum vil ég segja þetta.
Það heiður að sitja landsfund með ykkur helgina. Ég átta mig ekki á því hvort þið gerið ykkur grein fyrir því hvaða þrekvirki þið hafið unnið. Kannski ekki hvert og eitt ykkar, en saman þá höfum við náð að reisa flokkinn aftur upp á hnén og við ætlum upp á lappirnar. Það voru alls ekki allir sem spáðu þessu og fyrir það vil ég þakka ykkur kærlega. En við erum sem sagt mætt aftur til leiks, við ætlum okkur góðan árangur í sveitarstjórnarkosningum og verða aftur sá burðarflokkur í íslensku stjórnmálum sem að almenningur í landinu þarfnast. Kæru félagar, frelsi, jafnrétti, samstaða og ég kem hugsanlega aftur hingað á morgun og þá lengri ræðu. Kærar þakkir, Logi, fyrir inspírerandi ræðu. Við höfum fengið til okkar 2 góða gesti hér til þessara setningarathafnar. 2 góðar konur. Sú fyrri sem ætlar að taka til máls Aldís Mjöll Geirsdóttir. Hún formaður Landssamtaka íslenskra stúdenta, LÍS, sem eins og ég sagði ykkur áður, regnhlífarsamtök stúdentarhreyfinganna við alla háskóla á Íslandi. Ég aðeins að skima. Ég sé Aldís ekki í salnum. Getur einhver starfsmaður fundarins fundið hana? Hún þarna, Aldís mín. Þú ert að standa upp núna. Ég ætla að bjóða Aldísi Mjöll í pontu. Takið vel á mótinni. Kæru landsfundargestir. Daginn sendi ég tíst út í netheimana og spurði hvers vegna stúdentar á Íslandi ekki að mótmæla? En hver staða ungs fólks á Íslandi? Undanfarin ár hefur ungu fólki í háskólanámi fækkað 1000. Hluti af því má skýra með góðum atvinnuhorfum hér á landi og þróun launa. En síðustu 4 ár hafa laun samkvæmt launavísitölu hækkað rúm 30%. Framfærsla námsmanna á námslánum hefur ekki hækkað í takt við þá launaþróun og frítekjumark námslána hefur sömuleiðis ekki hækkað neitt á síðustu 4 árum. Á sama tíma húsnæðisástandið fordæmalaust á Íslandi. Lítil sem engin uppbygging átti sér stað á árunum eftir hrun og árið 2010 voru aðeins 10 íbúðir byggðar í Reykjavík. Uppbyggingin sem á sér stað núna færir okkur á rétta braut. Rannsóknir sýna að þó að uppbyggingin væri jafn mikil og þegar hún var sem mest, eða á árunum fyrir 2008, myndi uppbygging í Reykjavík ein og sér ekki duga til að mæta þeirri eftirspurn sem eftir húsnæði. Þetta ástand kemur hvað mest niður á ungu fólki og námsmönnum fjarri heimahúsum. Maður spyr sig, ætli þetta ástand hafi ekki áhrif á námsframvindu nemenda, á geðheilsu þeirra? Nýverið birtust niðurstöður könnunar sem framkvæmd var í 3 af stærstu háskólunum á Íslandi sem sýndi fram á að 3/4 þáttakanda upplifði klínísk þunglyndiseinkenni. Í kjölfarið hafa háskólar hafið vinnu við að bæta geðheilbrigðisþjónustu innan þeirra en það aðeins ein hlið teningsins. Þetta spilar nefnilega allt saman. Grunnframfærsla námslána til einhleyps námsmanns í leigu eða eigin húsnæði 177.107 krónur á mánuði. Af einhverjum ástæðum sú framfærsla sem námsmenn fá að láni til að framfleyta sér töluvert lægri en framfærsla annarra. Til samanburðar grunnatvinnuleysisbætur 227.417 krónur á mánuði og standa til að hækka.
og lágmarkslaun verða brátt 300.000 krónur á mánuði. Sumir segja að námsmenn á Íslandi hafi aldrei haft það jafn gott og nú. Jafnvel að hvergi í heiminum hafi námsmenn það jafn gott og á Íslandi. Ég held að þetta sé ekki rétt. Ég held að námsmenn hafi setið eftir þegar það kemur að kjörum þeirra og það er löngu orðið tímabært að bæta þau. Það er hlutverk Samfylkingarinnar í borginni, í öllum sveitarstjórnum og á Alþingi að tala máli stúdenta þegar kemur að þessari kjarabaráttu. Við, stúdentasamtökin, getum ekki gert það ein. Takk fyrir áheyrnina. Þakka þér Aldís Mjöll fyrir þessa góðu brýningu. Við tökum hana til okkar. Það fórst fyrir hér áðan undir liðnum kveðjur til fundarins að færa ykkur kveðju frá fyrrverandi formanni Samfylkingarinnar Árna Páli Árnasyni sem er nýfluttur til útlanda til að vinna fyrir EFTA, þróunarsjóðinn, og hann vildi að ég færði ykkur hlýja kveðju og óskum góðan baráttufund. Hinn gesturinn sem við höfum fengið hingað til okkar í setningarathöfnina er Katrín Oddsdóttir, mannréttindalögfræðingur. Ég býð hana velkomin í pontu. Gjörðu svo vel. Jæja, kæru jafnaðarmenn. Alltaf er nú gaman að fá að koma til ykkar og ávarpa fundin ykkar. Eða nei, nú lýg ég. Það hefur nefnilega ekki alltaf verið gaman að ávarpa fundin ykkar. Það var til dæmis mjög leiðinlegt að ávarpa fundin ykkar árið 2013 þegar forystaflokksins ákvað að gefast upp á baráttu fyrir nýrri stjórnarskrá á dramatískum lokametrum kjörtímabilsins þar sem þið sátu við völd. Þá voru þau þung hingað sporin mín til ykkar. En ég hef bara 7-10 mínútur og ætla að nýta þér vel og það ger ég með því að horfa fram en ekki aftur. Nú er nefnilega aftur orðið mjög gaman að fá að tala við ykkur, kæra Samfylking jafnaðarmanna. Og heyrið hvað þetta er fallegt nafn, Samfylking jafnaðarmanna. Mér finnst þess að þið séu að finna taktinn aftur, taktinn sem gerir ykkur kleift að standa undir þessu fallega nafni. Og mér finnst magnað að horfa á ykkur rísa upp úr þessum veikindum sem sum okkar töldu að myndu hreinlega enda með dauðfalli þessar hreyfingar. Og þess vil ég byrja því að óska ykkur einlæglega til hamingju með að vera afturkomin á sporið og með ykkur ganga sem allra best að halda áfram á því. Mér langar til að nota tímann sem ég fæ hér með ykkur í dag til að tala um tvennt. Annars vegar gildi og hins vegar nýju stjórnarskrána. Ég ætla að láta þess getið að ég er formaður stjórnarskrárfélagsins og ég er alls ekki hlutlaus í þessu máli og allir aðrir lögfræðilegir fyrirvarar sem að þið megið pota þarna inn. En fyrst gildin. Stundum þá verður umræða gildi eitthvað svo innantóm. Þú veist, við heyrum falleg orð og við höfum heyrt þau svo oft áður án þess að þau hafi leitt til fallegra gjörða og eitthvað forrit í heilanum okkar bara slekkur á sér. Þú veist, tökum dæmi. Heilindi. Hvað gerist inn í hausnum á ykkur þegar þið heyrið þetta orð? Inn í mínum haus þá hrannast upp alls konar dæmi hið andstæða. Dæmi til dæmis nýleg og gömul sem að mörg eiga rætur að rekja til þess að einhver sem hefur fengið í hendur opinbert vald brást okkur sem veittum henni eða honum valdið. Svo er það andstæðan við orðið heilindi sem er orðið spilling. Og kannski er formúlan svo að vald einfaldlega spillir. Og þess vegna sjáum við svona mörg dæmi skort á heilindum þar sem farið er með völd. En felst ekki ákveðin uppgjöf í því að líta svolítið sem málið? Ég held að sé réttar að segja að þar sem að séu völd sé hætta á spillingu. Og því ég er neita að skrifa upp á það að þessi fullyrðingum að vald spilli á henni sé ekki undirtekningar. Og ég reyndar held að kona sem ég fæ nú að horfa hérna beint í augun á akkurat núna, hún Jóhanna Sigurðardóttir ykkar, sé ágætis dæmi það að völd spilla alls ekkert alltaf. En til þess að koma í veg fyrir að svo megi vera að völdin spilli, þá þurfið þið sem eruð núna að sækjast eftir völdum í gegnum ykkar stjórnmálahreyfingu til að gera samfélagið okkar betra, þið þurfið að standa gríðarlega fast í lappirnar til að halda vöku gagnvart þessari hættu.
Og ég held að besta meðalið við þessari sleipu braut sem völdin varða í áttaspillingu sé gegnsæi. Og ef þið vinnið alltaf með gegnsæjum hætti og leyfið öðrum að koma að ákvörðunum sem reynast ykkur erfiðar með ykkur, þá held ég að möguleikar á heilindum aukist verulega. En til þess að geta tamið sér vinnubrögð sem ýta undir heilindi, þá þarf hugrekki. Að því umhverfið sem við erum í ekkert alltaf sérstaklega hliðhollt því að það sé unnið með svona gegnsæjum og inclusive hætti. Ég veit ekki til hvað gott orðið við svona inclusive. Ég leiti eftir því. Bíð eftir að sjá það ykkur á fundargerð landsfundarsamfélkingarinnar. En hugrekki er annað gildi sem er aldrei of oft fjallað Ég held að Aristoteles hafi sagt að menn verða bara hugrekkir af hugrekkum gjörðum. Og þetta er merkilegur sannleikur. Við getum ekki sagst vera hugrökk, frekar en við getum fullyrt að við séum heiðarleg og það er með áunnið okkur slíka dyggð. Við getum bara verið það. Og stundum er það alveg ógeðslega erfitt. En með því að gangi gegnum aðstæður sem krefjast hugrekkis aftur og aftur, þá smám saman grefur það sig í okkur og veitir okkur styrk til frekara hugrekkis, trúi ég. Og þess vegna segi ég, verið hugrökk svo þið verðið hugrökk. Þetta á gjarna við það að skora á hólm þau kerfi sem við búum við og að skora á hólm rökin að þetta hafi alltaf verið svona. Af því að heimurinn er nefnilega búinn til úr mynstrum. Og hvort sem við horfum á náttúruna eða samfélagið eða bara húsin okkar eða samskiptin okkar eða listina eða jarðkúluna, þá þetta allt mynstur. Og svo þau gjarna búin til á öðrum smærri mynstrum og svo saman myndað einhver stærri mynstur og einhvern einkennilegan hátt þá allt sameiginlegt með því stærsta og því smæsta. Og hérna gæti komið svona gif af einhverjum hausi sem springur eða eitthvað. Ég veit þetta svona pínu eitthvað. En það eitt sem öll þessi ólíku mynstur eiga sameiginlegt. Það eitt sem þau eiga öll sameiginlegt. Veitir hvað Þau reyna að viðhalda sér. Hvort sem þau eru til góðs eða til ills, þá tilhneiging þeirra að verjast breytingum. Og leiðin til að breyta slíkum kerfum ofta að búa til ný mynstur, samhliða þeim gömlu, til að sýna þessi hægt að gera hlutina öðruvísi án þess að allt fari til helvítis. En það sem gaman að skoða í þessu samhengi að kerfin sem við manneskjurnar sköpum utan okkar samfélög, þau eru bara mynstur sem eru þeim eiginleika gætt að við byggum þau til sem þýðir að við getum líka breytt þeim. Hvernig við á Íslandi tökum á móti flóttafólki mynstur sem hægt að breyta. Hvernig við skerðum greiðslu til öryrkja sem reyna að krafsa sig út á vinnumarkaðinn mynstur sem hægt að breyta. Hvernig við nýðumst á náttúrunni til að skapa óheilsusamleg og mengandi störf í stóriðju mynstur sem hægt að breyta. Og hvernig við grundvöllum lögin okkar og réttaríki á danskri og úreltri stjórnarskrá líka mynstur sem hægt að breyta. Og nú komið næsta gildi sem ég langar til að tala en það stolt. Stolt rosalega erfitt viðfangsefni vegna þess að stökkbreytist svo auðveldlega yfir í hroka. En ef rétt farið með þessa tilfinningu, þá getur hún verið mjög valdeflandi og gríðarlega gott eldsneyti í baráttu við kerfi sem ver sig fyrir breytingum í algjöru blindni. Og mér langar til að segja við ykkur, kæra samfélkingafólk, að þegar það kemur að stjórnarskráin okkar nýju, þessum samfélagssáttmála sem liggur enn ofan í skúffu hjá Alþingi, 7 árum eftir að var skrifaður, þá eigið þið ekki að finna til skammar yfir að verkið hafi ekki verið klárað. Heldur þvert á móti til stolts yfir því að við eigum þó þessa nýju stjórnarskrá svo gott sem tilbúna. Verið stolt af því að það voru þið sem var flokkurinn sem efndi til lýðræðislegustu vinnu sem heimsbyggðin hefur séð varðandi stjórnarskrárgerð. Verið stolt yfir því að þið voru flokkurinn sem stýrði landinu þegar blásið var til 1000 manna þjóðfundar, þar sem valið var að handahófi fólk af öllum aldri, stétt og stöðu, sem hittist í heilan dag til að ræða þau gildi sem skyldu grundvalla nýja stjórnarskrá. Og verið líka stolt af því að þið voru flokkurinn sem satt við stjórnvölinn þegar kosið var til stjórnlagaþings. Og þið voru nógu hugrökk til að skipa stjórnlagaráð þegar Hæstiréttur reyndi að viðhalda gamla kerfinu að einungis lögfræðingar og ákveðni kreðsu mættu koma nálægt slíkri vinnu. Verið líka stolt af því að við gerð stjórnarskrárinnar var þjóðin hafði með í ráðum og það var raunin með gegnsæjum hætti og verið einstaklega stolt af því að hafa leyft kjósendum með þjóðaratkvæðagreiðslu að taka afstöðu til þess hvort ný stjórnarskrá skyldi grundvölluð á þessum drögum. Og ég segi það satt, vegna þess að ég ferðast vítt og breytt heiminn til að tala þetta síðustu ár. Ég er búin að vera í Harvard og Princeton og Berkeley og Stanford og út allt. Og hvert sem ég fer, þá vekur þetta ferli sem þið eigið svo stóran heiður af gríðarleg viðbrögð. Það vekur hrifningu og ekki síður, þá vekur það von. Margir helstu sérfræðingar heims í stjórnskipunarrétti og lýðræðismálum að missa sig yfir þessu ferli.
og vilja allt gera til að hjálpa okkur Íslendingum að ljúka þeim með sóma. Og margoft hafa þessi sömu sérfræðingar farið yfir þessi drög að nýrri stjórnarskrá og komist að því að hún sé góð. Þetta mál snýst nefnilega ekki bara okkur hér heima á Íslandi. Vegna þess að við mannabarnir, við erum þess að myndi stödd á viðsjárverðum tímum í heimssögunni hvað lýðræðisleg gildi varðar. Og við sjáum svo víða stefna í óefni, þar sem hatur og fordómar ná fótfestu í opinberu stjórnkerfum ríkja sem hafa kennt sig við frelsi og mannréttindi. Á slíkum stundum eru vonanestar nýjar leiðir og visku almennings gríðarlega mikilvægar. Og þið hafðuð á sínum tíma hugrekki til að fara þessa nýju leið og verið að því virkilega stolt. Síðan, þegar þeir eru búin að ligna aftur augunum í örstundastund og leyfa þessu verðskuldaða stolti að hríslast æðakerfið á okkur, þá skuluð þið samt lítið upp aftur og í þetta sinn þá skuluð þið vera reið. Verið reiði við því að ætlunarverk ykkar hafi verið stöðvað. Verið reiði við því að ekki sé búið að lögfesta í landinu okkar stjórnarskrá sem tryggir að auðlindir verði þjóðareigu og að samfélagið fái sanngjarnt endurgjald fyrir nýtingu þeirra. Að réttur náttúrunnar verði verndaður með strangara hætti en finnst í nokkurri annarri stjórnarskrá. Að atkvæði á landinu vegi jafnt. Að skili verði milli framkvæmdavalds og löggjafarvalds og að þjóðin geti kallað til sín mál í þjóðaratkvæðagreiðslu. Verið reiði við því að þrátt fyrir stuðningur við nýja stjórnarskrá á meðal almennings aukist á hverju árinu, þá leyfi minnihluti þingmanna sér að stöðva málið. Og látið þess að reiði aldrei brenna ykkur upp og aldrei breytast í hatur, en notið hana hins vegar til að berjast. Og þá spyr maður kannski við hvað þurfum við að berjast? Eða við? Við þurfum að berjast við þann minnihluta þjóðarinnar sem segir lögfestingu nýrra stjórnarskrár skapi hættulega óvissu og vill þannig ala á ótta og gefi skyn að þetta mál sé of flókið fyrir almenning til að skilja. Við þurfum að berjast við þann minnihluta þingmanna sem segja að ný stjórnarskrár verði bara sett í sátt allra. Og við þurfum að berjast við þann minnihluta elitista sem segir okkur að við fáum ekki nýja stjórnarskrá af því það séu sérfræðingar sem eigi að skrifa grunnlögin í landinu. Og eftir að við höfum barist þessa hópa, þá munum við vinna. Því kæru vinir, þetta stóra mál er ekkert annað en lokahnykkurinn á sjálfstæðisbaráttu okkar þjóðar og hana munum við sigra. Við búum nefnilega við gömul dönsk grunnlög að stofninu til og með ykkar miklu vinnu eftir hrun eigir nú von sem þarf að láta rætast og með því eignast við Íslendingar í fyrsta sinn okkar eigin stjórnarskrá, grundvallarlög sem við munum geta byggt réttlátara og jafnara samfélag á. Og nú sígur hér á seinni hlutan af því sem ég vil segja í dag. En ég ætla að endurtaka þessa möndru það veganesti sem ég held að mestu máli skiptir einu sinni viðbót og þess vegna segi ég, verið heil, verið hugrökk og verið stolt en ekki síður verið glöð. Skemmtið ykkur á þessari vegferð, því annars er þetta ekki þess virði. Í mínum huga eru baráttugleði og húmor tengd órjúfandi böndum og ef þið missið gleðina, þá missið þið líka sýnin á það sem skiptir máli. Það er nefnilega ekkert skemmtilegra en að breyta heiminum. Það felst gríðarleg lífsfylling og hamingja í því að vinna með fólki sem maður virðir að einhverju sem í grunninn er ekki baráttu fyrir eigin hagsmunum. Þetta vitið þið nú sannlega öll fyrst þeir eru hér í dag. Kæru vinir, að lokum vil ég segja að það hefur verið einstaklega fallegt að sjá þessa hreyfingu endurheimta styrk og þor að undanförnu. Þið eru mikilvæg fyrir íslenskt samfélag og sem eilíflega óflokksbundinni konu er það mér gríðalegt gleðiefni að geta sagt hreinskilnislegra og beint frá hjartanu, mikið vona ég að ykkur gangi vel. Takk. Hjartans þakkir, Katrín Oddsdóttir. Nú er komið að tónlistaratriði setningar athafnarinnar, en fyrst ætla ég að leyfa mér að deila með ykkur hér nokkrum mikilvægum praktískum atriðum og meðan að kórinn gengur í salinn, svo kynni ég ykkur leið og ég er búin með praktísku atriðin. Kosningu formanns er lokið. Ég vona að allir sem ætluðu að taka þátt í henni hafi gert það og tekist að gera það.
Framboðsfrestur til varaformanns rennur út klukkan 7 eins og fyrr segir. Málefnastarfið hefst klukkan korter í 8 og stendur til 10 í kvöld. Það var eitthvað fleira sem ég ætlaði að segja ykkur. Já, framboðsfrestur til embætta, ritara, gjaldkera og formanns framkvæmdastjórnar, hann rennur út í kvöld klukkan 11, klukkan 23:00 í kvöld og svo kosning fer svo fram í fyrramálið. Þannig að íhugið nú hvort að þið sjálf eða aðrir sem að þið viljið benda á eiga erindi í þessu mikilvægu embætti í flokksstarfinu. Sá frestur rennur út í kvöld klukkan 11. En nú komið að tónlistinni og hún eins og gleðin, það ekkert líf án gleði og tónlistar og annarar listar. Hingað kominn hinsegin kórinn. Hann ætlar að syngja fyrir okkur nokkuð lög og nú þarf ég að ná í svolítið. Honum stjórnar Helga Margrét Marselíusardóttir og ég býð henni að kynna lögin sem að kórinn ætlar að syngja fyrir okkur. Gjörðu svo vel, Helga Margrét. Sérðu
úti, gallar á matna sér. Ég fann nokkuð af úti, hrygg og gæru skil. Komdu nú og kroppaðu með mér krummi nafni minn. Komdu nú og kroppaðu með mér krummi nafni minn. Eigendur þessara bíla eru beðnir að fara þangað og færa þá. Því það eitthvað fólk sem kemst ekki í ferðalagið sitt vegna þeirra. Mig grunar nú að það sé enginn í Samfylkingunni sem leggir svona. En þið getið líka bara læst út þegar þau syngja þriðja lagið. En þið viljið ekki að þeir fatti að þið eigið AM 710 eða HPT 80. Fyrirgefðu Helga Margrét. Minnsta máli, ég bara hef mest ágjörð að sé ykkur í kórnum svona. Þið bara náðuð fram úr þessu. Gjörðu svo vel, þú heldur áfram. Þá verða okkar þriðja og síðasta lag. Það heitir We Belong. Þekktast með henni Pat Benatar. Gjörðu vel. To the thunder, we belong to the sound of the words we both falling under. Many times I tried to tell you, many times I cried alone. Always I'm surprised how well you cut my feelings to the bone. Don't wanna leave you. I've invested too much time to give you up that easy. To the doubts that complicate your mind, we belong to the light, we belong to the thunder. We belong to the sound of the words we both falling under. Whatever we deny or embrace, for worse or for better, we belong together. Maybe it's a sign of weakness when I don't know what to say. Maybe I just wouldn't know what to do with my strength anyway. Have we become a habit? Do we distort the facts? Now there's no looking forward. Now there's no turning back when you say we belong to the light, we belong to the thunder. We belong to the sound of the words we both falling under. We belong to the light, we belong to the thunder. We belong to the sound of the words we both falling under. Whatever we deny or embrace, for worse or for better, we belong together.
mælikórnum fyrir músíkina og gleðina og einstaklega skemmtilegt lagaval, allavega fyrir okkur sem munum vel eftir 9. áratug síðast aldar. Ég veit alveg að ég er einn af þeim. Nú komið að því að bjóða hingað upp formann kjörstjórnar, Jón Grétar Þórsson fyrirgefiði, sem að lýsir niðurstöðu í rafrænu formannskjöri Samfylkingarinnar. Gjörðu svo vel. Þetta verður vonandi stysta ræða sem ég mun halda. Ég býst við og vonast eftir að það verði fleiri í framboði næst. En eina sem ég ætla að segja er Brezhnev hvað?